Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 219 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Finnbogi Leifsson, Guðveig Eyglóadóttir, Magnús Smári Snorrason, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Davíð Sigurðsson, Guðmundur Freyr Kristbergsson og sú sem hér talar Lilja Björg Áksdóttir sem einnig stýrir fundi. Starfsmenn fundarins á þessu sinni eru Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Hrafn sviðsstjóri. En við hefjum dagskrána að venju á skýrslu sveitarstjóra og býð ég Þórdísi Sif í pontu. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir gestir eða áheyrendur. Skýrsla sveitarstjóra frekar löng í dag. Það kannski vegna þess að haustinn mjög annasamur tími í sveitarfélögum, sérstaklega annasamur tími. Við erum núna á fulli í fjárhagsáætlanagerð og gerð fjárfestingaráætlunar og sérstaklega litið til ársins 2022 en svo erum við jafnframt að gera 3 ára áætlun þar að auki. Ég ætla að reyna að stikla á stóru og vera ekki of langur til þess að draga ekki þennan fund á langinn. Í dag sátu sveitarstjórnarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins kynningar frá 6 skipulagsstofnunum vegna endurskoðunar aðalskipulags sem að fara í gang. Það var mjög ánægjulegt að vera viðstadd þessar kynningar enda voru spennandi og flottar hugmyndir hjá þeim hvernig þessari vinnu skyldi háttað. Á morgun verða síðan opnuð tilboð frá þessum aðilum. Við val á tilboði verður valið það tilboð sem metið hagkvæmast fyrir sveitarfélagið, ekki bara út frá verði, heldur jafnframt litið til þess hvaða hæfni og vinnslu geta til staðar hjá hönnunastofunni og hvort það samræmist þörfum sveitarfélagsins. Áætlað að endurskoðun aðalskipulags klárist á næsta ári samkvæmt gögnum skipulagsdeildar. Í dag vorum við líka á kynningu á Menntaskóla Borgarfjarðar, þar sem hafa verið að kynna fyrir okkur skólaþróunarverkefni Menntaskóla Borgarfjarðar. Þar verið að leggja áherslu á menntun fyrir störf framtíðarinnar og verið að setja skólanum sérstöðu, en skólinn hefur hingað til eða var í upphafi með ákveðna sérstöðu sem að margir skólar eru nú jafnframt komnir með og því bara komið tími til þess að setja í rauninni nýja stefnu fyrir skólan. Það virkilega spennandi verkefni og málefni í gangi og við hlökkum til þess að fylgja þessu eftir og fylgjast með. En þetta var mjög inspirerandi kynning sem við fengum frá Braga skólameistara. Í gær vorum við svo á kynningu frá Latabæ eða hjá Upplifunargarðinum EHF sem að kynna hugmyndir sínar að setja að stofna svona heilsuverndar hvað ég segja svona eða Lazy Town Studios með svona áherslu á hollust og heilbrigðan lífsstíl. Og þar væri svona sköpuð umgjörð til þess að laða til sín fjölskyldufólk, erlenda ferðamenn og einstaklinga sem að velja að leggja áherslu á að rækta líkama og sál. Fundur var haldinn í gær, svona íbúafundur til þess að kynna þessar hugmyndir og fá bara samtalið. Það má með sanni segja að það hafi verið vel tekið í þetta á fundunum. Það voru góðar umræður og svona létt stemning og það var gaman að taka þátt í þessum fundi. En á síðasta skipulags- og byggingarnefndarfundi var tekin fyrir umsókn Upplifunargarðsins EHF lóð á og við Digranesgötu 4 í Borgarnesi. Þetta lóðin sem við hliðina á Food Station og milli Food Station og nýja ráðhúsins sem verður tekið í notkun á næsta ári. En það væri það yrði byggt hús við hliðina á Food Station og upp á klettinum við hliðina á Digranesgötu 4. Það var sótt byggingu á húsi á klettinum og við klettin sem yrði náttúrulega mjög sýnilegt við komuna í bæinn og eins og kom fram á fundinum í gær þá hugaði mjög vel að útlitinu og ásýnd
Þau áætla ekki að raska klettinum mikið, heldur verði því haldið í algjöru lágmarki og hönnun sé svona sjálfbær og sjónrænt mjög falleg. Kaupfélag Borgfirðinga og Upplifunargarðurinn hafa undirritað viljayfirlýsingu þar sem er samstarf með uppbyggingu á þessari lóð og Food Station sem er núna til staðar myndi vera svona hluti af uppbygginguna á Lazytown Studios. Og það á fundi skipulags- og byggingarnefndar var tekið mjög jákvætt í þetta erindi og skipulags- og byggingadeild sveitarfélagsins var falið að vinna breytingu aðalskipulags vegna málsins. Verkefnið hefur verið kynnt, eða var kynnt fyrir nokkrum mánuðum fyrir byggðarráði. Þegar þetta var svona aðeins að komast áfram, þau eru búin að fá nokkra styrki til þess að halda áfram þróun verkefnisins og tóku viðstaddir sveitarstjórnarfulltrúar vel í hugmyndina. Hugmyndir af staðsetningu hafa síðan verið hefur verið kastað fram af aðilum Upplifunargarðsins og unnið svona í samstarfi við sveitarfélag og þetta er svona sú lausn sem er talin henta best og við allavega erum svona sammála að gæti verið bara mjög áhugaverð og rétti staðurinn. Ég held að ég tali fyrir hönd allra viðstaddra hér fyrir hönd sveitarfélagsins að sé að ræða jákvætt og flott verkefni og við tökum heils hugar undir bókun skipulags- og byggingarnefndar að taka jákvætt í erindið. Þetta er spennandi verkefni sem getur haft áhrif á sveitarfélagið í heild og íbúa þess og eins og kom frá fundinum í gær þá vilja þau líka að íbúar eignist svona hluti í þessu og taki þátt í uppbyggingu og svona öðru varðandi þetta verkefni. Nýlega kvöld verður í slökkviliðinu 25. október næstkomandi þar sem slökkvilið að leita sér að framtíðar slökkviliðsmönnum og konum og hvet ég ykkur öll til þess að kynna ykkur það. Samþætting aksturs er stórt verkefni sem að fer af stað með fyrstu ferðinni, Jungfrúarferðin verður farin frá Kleppjárnsreykjum 8:20 þriðjudaginn 19. október næstkomandi. Og síðan að þeirri ferð lokinni fer þetta kerfi af stað. Það er að ræða tilraunaverkefni á landsvísu sem verður horft til við skipulagningu álíka verkefna út allt land. Við erum að opna skólabílun okkar fyrir almenna notendur. Það verið að framlengja strætóferðir sem átti að leggja niður af vegagerðinni sem heldur utan þessar strætóferðir, leið 81. Og í rauninni verið að búa til nýtt leiðarkerfi sem samnýtir þjónustu allra þeirra sem að veita svona þjónustu, sem sagt akstursþjónustu. Og við það eru jafnframt bætt við nokkrum leiðum til þess að loka hringnum. Þetta er í uppsveitum Borgarfjarðar og síðan eru akstursleiðinar og skólabifreiðarnar á Mýrunum eru teknar inn í þetta líka. Þetta er virkilega mikilvægt framfæraskref til að auka samgöngur milli þéttbýliskjarna og við dreifbýli og þetta er lykilþáttur í að auka aðgengi bæði íbúa að atvinnumarkaðssvæðinu sem er hér eða atvinnusvæðinu sem er hér í Borgarnesi og ekki síst aðgengi nemenda í uppsveitum Borgarfjarðar á Mýrunum í þennan flotta menntaskóla Borgarfjarðar. Borgarbyggð veitir fjármagn í þetta verkefni með því að opna þessar leiðir og breyti því reglum skólaakstur. Vegagerðin eins og áður segir hætti við að loka 81 eins og stóð til þannig að þetta er bara mjög gott framfaraskref. Þetta er samstarfsverkefni milli Borgarbyggðar, SSVAF vegagerðarinnar og Menntaskóla Borgarfjarðar. Menntaskóli Borgarfjarðar styður verkefni með fjármagni, SSVAF kemur að skipulagningu og heldur utan verkefnið og jafnframt fengum við styrk frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu í verkefnið sem er mjög ánægjulegt. Og það er mjög gaman og ánægjulegt að geta boðið upp á þessa þjónustu viðbót við íbúa sveitarfélagsins. Það er að ræða fyrsta áfanga verkefnisins og það mun þróast út frá bara eftirspurn og nýtingu. Tilrauna þróunarverkefni vonandi munum við lítum á það sem svona 4 ára tilraunaverkefni. Við erum með styrk til 2 ára en við ætlum okkur að halda þessu allavega í 4 ár sem tilraunaverkefni
og vonandi verður það varanlegt að því loknu. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur leiðakerfið og nota almenningssamgöngur í sveitarfélaginu. Næsta leið aðeins að fara yfir fjármálin. 6 mánaða uppgjör var kynnt á byggðarráðsfundi fyrir skömmu og kannski eitt bara svona til að nefna varðandi það lítur út fyrir að tekjurnar sem að sveitarfélagi að fá séu heldur að hærri heldur en áætlanir gera ráð fyrir. En við gerum þó ráð fyrir að niðurstaðan verði svipuð. Í þessu milliuppgjöri sem við kynnum á eftir staðan 20 milljónum krónum hærri heldur en gert var ráð fyrir í áætlunum, þó svo að það sé í rauninni tap í þessu 6 mánaða uppgjöri, en það var gert ráð fyrir því á þessum tímapunkti yrði tap á rekstri, en svo réttir af síðari hluta ársins. Eftir 6 mánuði, á þessum 6 mánuði var búið að framkvæma fyrir 47% framkvæmda áætlun eða framkvæmda fjár ársins, en það hefur tekið talsverðu breytingum síðan þá. Meira fjármál, það nýlega tók í gildi breyting á reglugerð bókhald og fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Núna sveitarfélögum skylt að færa inn í samantekið reikningsskil sveitarfélagsins hlutfallslega ábyrgð sveitarfélagsins vegna byggðarsamlaga, sameignarfélaga, sameignarfyrirtækja og annarra félagaforma sem með ótakmarkaða ábyrgð sveitarfélagsins. Þetta þýðir mögulega, við höfum eftir að fá aðeins betri útskýringu á þessu, en það var fundur í gærmorgun vegna þessara nýju skyldna okkar. Þýðir mögulega að við þurfum að taka Orkuveituna og Faxaflóahafnir inn í ársreikningun okkar og það mun hafa veruleg áhrif á niðurstöðu og á ársreikning Borgarbyggðar. Þó svo að hluti Borgarbyggðar í þessum félögum sé ekki stór, þarna mjög háar fjárhæðir á okkar mælikvarða sem hefur veruleg áhrif á tekjur, gjöld, skuldir og eignir. Þetta gæti jafnvel þýtt aukinn kostnað við gerð ársreikning sveitarfélagsins. Við höfum eftir að komast aðeins að því og fá upplýsingar hvernig við getum staðið að því og talsverða vinnu við að púsla þessu saman allan svona til að byrja með. Þetta tekur gildi frá með árinu 2021. Hluti á sveitarstjórnarfólki og reyndar bara mjög góður meiri hluti sveitarstjórnarmanna ásamt mér, fjármálastjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu og þjónustusviðs fóru á fjármálaráðstefnu sveitarfélagi í síðustu viku. Á fjármálaráðstefnu þá eru haldnar málstofur og kynningar sem varða málefni sveitarfélaga og það voru mörg mjög áhugaverð erindi á samband.is, heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, má nálgast þessa fyrirlestra, en kannski það sem var hvað marktækast, eða mér fannst svona merkilegast og áhugaverðast hvað Samband íslenskra sveitarfélaga dró upp dökka mynd af fjármálum sveitarfélaga næstu árin, svona í kjölfar COVID og út af því að jöfnunar tekjurnar okkur í jöfnunarsjóði, þær lækkuðu svo mikið á árinu 2021 og þær mun ekki hækka með sama móti og þær hefðu gert ef það hefði ekki verið COVID og þessi niðurskurður. En það voru mjög áhugaverðir fyrirlesarar og fyrirlestrar eins og varðandi farsældarfrumvarpið sem að taka gildi núna á næsta ári og við þurfum að innleiða inn í okkar sveitarfélag. Stafræna þróun og þróun sveitarfélag, hvar verður Borgarbyggð, eða hvernig lítur Borgarbyggð út 2050? Fjárhagsáætlanagerð og nýtt spálíkan fyrir útsvarsstofn sveitarfélaga sem eitthvað svona nörda gott fyrir okkur í fjárhagsáætlanagerð. En já, eins og ég segi þá fjármálaráðstefnan aðgengileg á öllum heimasíðum, á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Haustþing SSVF var haldið í lok september í Búðardal. Á þinginu eru unnar ályktanir atvinnu- og umhverfismál, opinbera þjónustu og menningu og samgöngumál og innviði. Haustþingið að þessu sinni var tileinkað orkumálum og svona sjálfbærni og hlustuðu á mörg áhugaverð erindi þar og svona stefnuna framundan. Í síðustu viku hélt Skallagrímur eða Köruboltadeild Skallagríms neyðarfund þar sem var verið að boða íbúa til
fundar þar sem að það sár vantar liðsauka í sjálfboðaliðastarf félaga og fjáröflun til að halda liðum skallagrísi keppni. Ég held að þetta hafi okkur flestu verið áfall. Við vitum að það er alltaf minna og minna af sjálfboðaliðum sem að fara í slík störf og bara kostnaðurinn við að reka íþróttadeildir og íþróttafélög í dag er mjög mikill. Við komumst ekki, við fulltrúar sveitarfélags á þennan fund en við höfum nú boðað fund með deildinni eins og við áætluðum að gera og munum halda hann vonandi í næstu viku ef við náum saman tíma. Í dag klukkan 5 er fyrsti fundur ungmennaráðs í töluvert langan tíma. Það sem er rauninni verið að stofna nýtt ungmennaráð. Og ef það er einhver að hlusta, smá ungmenni í 8. bekk upp í 20 ára sem hefur áhuga á því að taka þátt í mótun samfélagsins, þá hvet ég ykkur til þess að bara benda ungmennum ykkar á það eða ef það eru ykkur ungmenni sem eru að hlusta bara að það væri frábært að þeim mæta. Þetta verður haldið hérna í menntaskólanum í dag og þetta verður semst opið ungmennaráð þannig að það verður ekki kosið ungmennaráð heldur rauninni mega allir mæta. Það eru hreinsunarátök í dreifbýli með gáma sem eru staðsettir víða fyrir timbur, gróinn úrgang og brotajárn. Dósamáttakan var opnuð nýverið í mjög tímabundinn tíma, mestalagi til áramóta hérna í Borgarbraut 55 og opnunartíminn er 3 sinnum í viku frá 12:30 til 15. Við erum búin að ganga frá, eða það hafa verið samþykkt gagntilboð sveitarfélagsins bæði í Borgarbraut 14 sem er semst ráðhúsið gamla og Borgarbraut 55 þar sem við áætlum uppbyggingu í samræmi við deiliskipulag og þegar það verður tilbúin kaupsamningur þá verður hann lagður að sjálfsögðu fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Og að síðustu langaði mig að koma inn á menningu í sveitarfélaginu. Undanfarnar vikur hafa verið bara gríðarlega mikið úrval af menningarviðburðum og mikið að gerast og vel mætt og mjög gaman að taka þátt í þessu og lifna við svolítið stemningin í sveitarfélaginu. Í kvöld eru til dæmis tónleikar á Landnámusetrinu, svo fátt eitt sé nefnt. En menning heldur samfélagi skemmtilegra og meira lifandi og þess virðið að vilja taka þátt í því og búa í því. Og oft kallað eftir meiri menning og menning eitt af því sem talið vera það sem skiptir máli við val á búsetu. Og núna eru fleiri viðburðir og ég vona að séu flestir að drífa sig út úr húsi þessa dagana, klæða sig úr kósigalanum og fara í eitthvað fínna og taka þátt í mannlífinu í okkar samfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þórdís. Þá erum við komin að lið 2 á fundardagskrá. Hann ber heitið viðauki við fjárhagsáætlun 2021 og er númer 2102-077. En hér með lögð fram tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2021 og ég ætla bara að lesa bókunina við liðin þannig að það komi alveg fram hvað bætist við með viðaukanum. Lögð fram tillaga fjórða viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2021. Í tillögunni meðal annars gert ráð fyrir auknum útgjöldum vegna samnings við aðila húsafellsmáls 10 milljónir króna, kostnaður við úttekt og framkvæmdum verði 1,3 milljónir króna og aukning á kennslukvóta við grunnskólann í Borgarnesi verði 1,7 milljónir króna. Það var einnig gert ráð fyrir 3 milljónum króna auknum útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar, 5 milljónum króna aukningu útgjalda vegna sérfræðiaðstoðar í skólaþjónustu og 18 milljónir króna aukninga vegna skólakostnaðar sem Borgarbyggð greiðir í öðrum sveitarfélögum. Á móti kemur lækkun kostnaðar við landsmót UMFÍ sem var frestað og söluhagnaður á hlutabréfum. Það var einnig gert ráð fyrir auknum kostnaði vegna bættra úrgangsþjónustu við frístundahús og söfnunar brotajárns fyrir 4,6 milljónir króna. En á móti kemur styrkur umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Þannig samtals hækka rekstrarútgjöld 35,7 milljónir og framkvæmda og fjárfestingaráætlun hækkar 650.000 krónur. Auknum útgjöldum mætt með lækkun á handbæru fé. En að því sögðu gef ég orðið laust þennan annan lið á fundardagskrá.
Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég bara þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja viðaukann og efni hans vinsamlegast að gefa merki. Hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá vindum við okkur að 3. lið á fundardagskrá. En hann ber heiti reglur stuðnings- og stoðþjónustu og fleiri reglur þjónustu við fatlað fólk og númer 21.05.191. En þar að ræða afgreiðslu frá 118. fundi velferðarnefndar. Það eru reglur notendasamninga samkvæmt lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og þær voru samþykktar í velferðarnefnd og hér með vísa til sveitarstjórnar til samþykktar. Í grófum dráttum þarna verið að uppfæra reglur liðveislu og var það ekki svoleiðis, Silja? En það eru nýjar reglur sem eru byggðar á... Já, kannski bara fínt ef að Silja kemur í pontu og gerir aðeins grein fyrir því nákvæmlega hverju breytingarnar eru fólgnar kannski. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Þriðjulegurinn fjallar reglur stuðnings- og stoðþjónustu og fleiri reglur við þjónustu við fatlað fólk og reglurnar stuðnings- og stoðþjónustu sem var verið uppfæra þær reglur sem snúa að liðveislu meira. En þessar reglur sem eru notendasamninga byggja á 28. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og svo 10. grein laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. Og við erum að setja þessar reglur í kjölfarið með þessu nýju lögum sem voru að koma. Markmiðið með þessu samningum að auka val einstaklinga og barnafjölskyldna þjónustuform og fyrirkomulag stuðnings. Samningarnir getur verið tvenns konar, það að segja beingreiðslusamningar þar sem viðkomandi fær greidda ákveðnu upphæð á mánuði og sér umsýsluna sjálfur, sér að ráða starfsfólk og laun og fleira. Svona svipa kannski MPA-samningarnir nema þetta nær ekki til næturþjónustu. Og hins vegar getur þetta líka verið bara notendasamningur sem samningur bara stuðningsþjónustu þar sem notandi stýrir sjálfur þjónustunni við sig en þeir sem aðstoðarnir eru starfsmenn sem sveitarfélagið hefur ráðið. Þannig þetta svona nokkurn veginn það sem þetta snýst Takk. Já, takk fyrir þetta, Silja. Ég gef orðið laust. Ef það eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið. Þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi reglur notendasamninga samkvæmt lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar og þar með reglurnar vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. lið á fundardagskrá og hann ber heiti Menningarstefna Vesturlands og númer 21.02.157. En að ræða glænýja stefnu menningamál sem var tekin til umfjöllunar á meðal annars haustþingi SSVAF og hún kemur hérna fyrir sveitarstjórn til samþykktar og ég gef orðið laust. Þórdís Sif við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir starfsmenn. Á þessu ári fórast að vinna menningarstefnu að menningarstefnu Vesturlands fyrir árið 2021-2025. Það SSVAF sem heldur utan þetta verkefni ásamt fulltrúum frá sveitarfélagi sem sátu í fagráði verkefnisins. Og þar var mótuð þessi stefna og útgáfa hennar. Menningarstefnan áhersluverkefni sóknaráætlunar Vesturlands með vinnuheitið Blómleg menning. Og fyrir okkar hönd sat María Neves, samskiptastjóri í fagráði fyrir hönd Borgarbyggðar. Fagráð ákvað strax á fyrsta fundi sínum að hafa pallborðsumræður og leyfa þeim þannig að koma með sínar skoðanir og innleggin í þetta verkefni. Pallborðin urðu 5, menningaruppeldi, listir,
nýsköpun, menningarkraftur og samvinna. Þessi pallborð voru öll í fjarfundi og það voru fengnir svona aðilar til þess að halda smá tölu efnið og síðan voru umræður og það var ótrúlega gaman að taka þátt í þessu. Ég veit ekki, vona þið hafið tekið þátt í þessu, þetta var ótrúlega flott og skemmtilega uppsett. En unnið var svo úr þessum tillögum og athugasemdir sem bárust voru settar inn og teknar inn í þessa endurskoðun menningarstefnu. En þetta er bara mjög flott og metnaðarfull stefna sem ég vona að við getum samþykkt á þessum fundi. Já, takk fyrir þetta Þórdís. Ég tek nú bara undir þetta með þér og líka búið að verja miklu púðri í að kynna hana. Það er alveg mjög vel staðið og utanumhald og kynningu á stefnunni. En ég ekki orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs að biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi menningarstefnu Vesturlands vinsalegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 5. Hann ber heiti Húsafell tillaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2022, skipulagslýsing, verslunar- og þjónustusvæði og er númer 20.05.037. Það er að ræða afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar. En það leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2022 til auglýsingar. Lögð er fram tillaga fyrir verslun og þjónustu sunnan þjóðvegar í Húsafelli dagsett 1.10.2021. Og málsmeðferð verður samkvæmt 31. grein skipulagslaga frá nr. 123 frá 2010. Og ég gef orðið laust. Það er Þórdís og beðum orðið, gjörðu svo vel Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, þetta skipulag er í samræmi við það samkomulag sem var undirritað í sumar vegna málsins eða haust. Þannig að og með þessi erum við að komast eitt skref áfram í áttina því að uppfylla það samkomulag og lítur það bara vel út í þessum töluðu orðum. Takk. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2022 til auglýsingar samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 6 á fundardagskrá landnotkunarreitir í Borgarnesi, BR Ask og eru númer 21.05.064. Þar að ræða afgreiðslu frá 28. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda lýsingu til auglýsingar fyrir Bjargsland í samræmi við 36. grein skipulagslaga. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lýsingu til auglýsinga fyrir Bjargsland samkvæmt 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 7 á fundardagskrá Urriðarárland L191286 frístundabyggð F11 BR Ask númer 21.09073. Það er líka að ræða afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur hún til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda lýsingu til auglýsinga fyrir Urriðarárland í samræmi við 36. grein skipulagslaga. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lýsingu til auglýsinga fyrir Urriðarárland samkvæmt 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem að samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Liður 8. Sólbakki athafnasvæði, breyting á deiliskipulagi nr. 19.03.005. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja unnið verði breyting á gildandi deiliskipulagi.
Breytingi felur í sér lagfæring á lóðamörkum og götulögn innan svæðis. Og ég gef orðið laust. Guðveig hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, mér langaði bara til að kveða með hljóðsundu þessum lið einfallega til þess að við getum kannski verið aðeins meira upplýsandi fyrir þá sem að horfa varðandi hvaða tillögur breytingum við erum að gera á þessu svæði. Þarna erum við með að tala svæði þar sem atvinnulóðir eru. Ég held að formaðurinn minn í skipulags- og byggingarnefndinni sé kannski bestið til þess fallinn að gera það. Mér langar kannski bara óska eftir að hann geri það svona til upplýsinga. Þetta er náttúrulega eitt af þeim svæðum sem við höfum litið til, sem við höfum tækifæri til uppbyggingar atvinnustarfsemi. Þannig að, já, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel með mig. Já, forseti og fundarmenn. Það ekki langt síðan að var unnin til breyting á þessu deiliskipulagi sem þarna í gildi en það kom í ljós þegar menn fóru svona kanna betur svæðið að lóðamörk voru ekki alveg rétt og það ber náttúrulega leiðrétta. En að sama skapi með nýju fólki þá koma ábendingar og svona sjá hlutina með nýjum augum og þarna erum að ræða gatnagerð sem við höfum ekki farið í sem mætti leysa öðruvísi sem þá ekki eins dýr fyrir sveitarfélagið og og í rauninni er deildinni falið að koma þessum hugmyndum í nýja tillögu að þarna breyttu skipulagi. Þannig að í rauninni eru breytingarnar sára litlar en verða vonandi til þess að eru liðin kannski 2 ár síðan að síðast voru gerðar breytingar á þessu skipulagi þar sem að 2 lóðum var skipt upp í 4 og þær eru ennþá óúthlutað og enda höfum við ekki farið í gatnagerðina ennþá. Þannig að svona vonandi bara með þessum litlu breytingum sem verða gerðar þá verði þær sannlega svona eftirsóttari og í rauninni hagkvæmari fyrir sveitarfélagið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég hef sem sagt tekið við fundarstjórn vonandi bara í stutta stund, en við erum í lið 8 á dagskrá og ég gef bara orðið laust að nýju þann lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ég ber þá upp þessa bókun hér til samþykktar eða synjunar. Þeir sem eru samþykkir gjörðu svo vel að gefa merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum við staddra. Þá er það 9. liður á dagskrá. Hann heitir Reyðarás. Mál númer 199589, breyting á notkunarflokki 2109-150. Þetta er sem sagt afgreiðsla 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar sem var skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila breytta notkunarflokk á Flesjustöðum, Reyðarási, landnúmer 199589 úr sumarhúsi í íbúðarhús. Og ég kannski gef orðið laust þennan lið. Já, Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, forseti og fundarmenn, það er kannski bara rétt áfram að upplýsa að þarna er hús sem uppfyllir öll skilyrði sem íbúðarhús og nefndin og starfsmenn sjá ekkert sem mæli gegn þessari breytingu
og þannig að það er ekkert til fyrirstöðu. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Þá gefum við orðið laust að nýju. Ef engir fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs, þá ber ég upp bókun sem hljómar svona. Sveitarstjórn samþykkir að heimila breytta notkunarflokka á fleygslustöðum Reyðarási, landnúmer 1995589, úr sumarhúsi í íbúðarhús. Og þeir sem eru samþykkir því gjöru svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 10. Það er fjall í landi Stórafjalls. L 135086, stofnun lóðar 2108023. Þá er ég verið að fjalla afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar sem var þannig: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar fjall, stærð 4,6 hektarar, úr landi Stórafjalls, L 135086, og lóðin verður nýtt sem íbúðarhúsalóð. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er bókunin þannig: sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðarinnar fjall, stærð 4,6 hektarar, úr landi Stórafjalls, landnúmer 135086. Þeir sem eru samþykkir því gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að fela forseta fundarstjórnar nýju. Takk fyrir þetta, Magnús. Og við erum komin á lið 11. Þá er það næst liður 12. Nei, niður 11. Það er Norðtunga L 134742, það er stofnun lóðar, Norðtunga vegsvæði og er númer 210959. Þar er að ræða afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar og hún leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs, stærð 57.939 fermetrar úr landinu Norðurtunga L 134742 og lóðin verður nýtt sem annað land. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs úr landinu Norðurtunga L 134742 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 12. Og það er Norðtunga 1 L 215065 stofnun lóðar, Norðtunga 1 vegsvæði og númer 210960. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs, stærð 2888 fermetrar á landinu Norðtunga 1 L 215065 og lóðin verður nýtt sem annað land. Forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs úr landinu Norðurtunga L 215065 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 13, Norðtunga 2 L 134745 stofnun lóðar, Norðtunga 2 vegsvæði. Númer 210961. Þar er líkum að ræða afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem hún leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs, stærð 154,9 fermetrar úr landinu Norðurtunga 2 L 134745 og lóðin verður nýtt sem annað land. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs úr landinu Norðurtunga 2 L 134745 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá eru komin að lið 14. Það er Norðtunga 2A L 217946, það er stofnun lóðar, Norðtunga 2A vegsvæði og er númer 210962. Þar að ræða afgreiðslu 28. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem
nefndin leggur til við sveitarstjórn að heimili verði stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs. Stærð 2360 fermetrar úr landinu Norðurtunga 2A, L 217 946 og lóðin verður nýtt sem annað land. Og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá biður það fulltrúa sem samþykki eftirfarandi bókunum að gefa merki. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs úr landinu Norðurtunga 2A, L 21 79 46 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Bið þá að gefa merki sem samþykki bókunina. Og hún er samþykkt samhliða. Það er næsti dagskrárliður er númer 15 og hann ber líka heitið Norðtunga 2B að þessu sinni. Og það er L 21 50 63 og er líka stofnun lóðar, Norðtunga 2B vegsvæði og er liður í númer 21 09 163. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs, stærð 590 fermetrar úr landinu Norðurtunga 2B, L 21 50 63 og lóðin verður nýtt sem annað land. Forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðar undir vegsvæði Þverárhlíðarvegs úr landinu Norðurtunga 2B, L 21 50 63 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og ég bið það sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin á lið 16. Og hann heitir Innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í íslenskum sveitarfélögum. Og er númer 2109 147. Og þarna erum við komin í afgreiðslu 574. fundar byggðaráðs, þar sem byggðaráð leggur til við sveitarstjórn að taka þátt í stuðningsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga um innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í Borgarbyggð. Og svona aðeins til upplýsinga þá var þetta töluvert rætt hvort að Borgarbyggð ætti að taka inn þetta verkefni því við erum í fleiri svona þróunarverkefnum, meðal annars heilsueflandi samfélagi og barnvænu samfélagi og vorum svona, þannig að þetta var svolítið rætt hvort við myndum taka þetta inn líka en að endingu var talið að þetta myndi bara falla nokkuð vel að þeim verkefnum sem við erum í og við viljum að sjálfsögðu bara nota tækifærið og taka þátt í þessu verkefni. Byggðaráð tilnefnir einnig Hrafnhildi Tryggvadóttur, deildarstjóra umhverfis- og framkvæmdadeildar til þess að taka þátt í verkefni fyrir hönd sveitarfélagsins og svo að Logi Sigurðsson komi þar inn með henni sem kjörinn fulltrúi. En forseti gefur orðið laust. Magnús Már, við biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Maggi. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég ætla bara að fagna því að við ætlum að taka þátt í þessu. Það er eins og forseti nefndi, auðvitað verður kannski fólk hugsi það hvort þetta sé enn ein stefnan, enn ein stefnumörkunin sem á að svona tróða upp á fólk, en málið er það að sambandið er búið að þróa mjög fína svokallaða verkfærakistu sem að hjálpar fólki við þessa innleiðingu. Þetta er mjög jákvæður stuðningur í kringum þetta. Það er líka bara þannig að heimsmarkmiðin, þó þau séu mörg og snerti á mörgu, þá er í rauninni þannig að því að við erum að innleiða barnvænt samfélag í sveitarfélagið, að því við erum með stefnu í ýmsum málum, að þá fellur það bara ágætlega inn í þetta og í rauninni tikkar í þau box, þannig að við þurfum ekki að búa það til einhverja nýjar stefnur, heldur bara að sjá hvernig stefnurnar okkar sem eru til staðar og þessir ferlar sem við erum að vinna passa inn í þetta, þannig að þetta á í rauninni að hjálpa okkur til þess að komast bara nær þessum góðu markmiðum og svo líka bara svona til þess að kynna okkur almennilega heimsmarkmiðin, en heimsmarkmiðin eru ekki bara verkfæri fyrir okkur, heldur myndi þetta líka nýtast og nýtist inn í stofnunum okkar og ég er þá að hugsa eins grunnskóla og leikskóla og fleira. Þannig að þetta er bara jákvætt og það er eins og sveitarstjóri kom aðeins inn á,
í sinni skýrslu, þá var rætt þetta á ráðstefnu sveitarfélagana, meðal annars þar sem verið að fjalla þetta nýja frumvarp barnamálaráðherra sem kallað farsældarfrumvarpið og allt svona sem hefur svona mikinn fókus á þessi mál hjálpar okkur í þeim undirbúningi að innleiða það. Þannig að þetta er bara jákvætt skref. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum 16. lið? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í stuðningsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í Borgarbyggð. Sveitarstjórn staðfestir jafnframt tilnefningu Hrafnhildar Tryggvadóttur og Loga Sigurðssonar sem fulltrúa sveitarfélagsins í verkefninu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðasta afgreiðsluliðnum í dag. Hann er númer 17 og ber heiti Samþætting aksturs í Borgarbyggð 2021 og er númer 2105-123. En þarna er að ræða afgreiðslu 202. fundar fræðslunefndar þar sem farið var yfir verkefni. Þórdís fór ágætlega yfir þetta verkefni í ræðu sinni áðan líka, eða skýrslu sveitarstjóra. En þetta verkefni felur meðal annars í sér að akstursleiðir skólabíla í uppsveitum verði opnaðar þannig að almenningur geti nýtt bílana til þess að sækja skóla eða vinnu í Borgarnes. Gert er ráð fyrir að bæta við ferðum frá Varmalandi og Kleppisreykjum sem yrðu komnar í Borgarnes fyrir klukkan 9 á morgnana. Og fræðslunefnd heimilar að skólabílarnir í uppsveitum séu opnaðir skólaárið 2021 til 2022 og vísar erindinu hér með inn í sveitarstjórn. Og bara svona árétta það að þetta er tilraunaverkefni og þetta er samstarfsverkefni við fleiri aðila, við SSVAF og við MB og Vegagerðina. Og er bara spennandi að sjá hvernig til tekst. En forseti gefur orðið laust þennan lið. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Mig langar bara að taka undir hversu gríðarlega mikilvægt og gott verkefni þetta er og einmitt eins og Þórdís kom inn á í upphafi fundarins að þá voru þetta leiðir sem voru svona við það að leggjast af í sveitarfélaginu, þessar strætóleiðir sem verið að ræða hérna og því skiptir þetta svo miklu máli að við séum að reyna bara aðstoða hvert annað við að halda þessum leiðum opnum og fjölga leiðum, almenningssamgöngur leiðum innan sveitarfélagsins. En mér langar að leggja fram bókun sem er lögð fram hérna fyrir hönd allra sveitarstjórnar. En það er sveitarstjórn Borgarbyggðar fagnar samstarfi vegna samþættingar aksturs. Er að ræða samstarf Vegagerðarinnar, Menntaskóla Borgarfjarðar, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Borgarbyggðar. Mikið framfaraskref er að ræða til að fá betri nýtingu á núverandi akstursleiðum strætó 58, 59 og 81 og skólaakstursleiðum á þessum sömu slóðum. Þetta mun sérstaklega nýtast nemendum í sveitum sem vilja stunda nám frá menntaskólanum þar sem áætlaður komutími verður rétt fyrir 9 en skóli hefst klukkan 9. Þessi þjónusta verður einnig í boði fyrir alla íbúa sveitarfélagsins og verður gaman að fylgjast með þróun verkefnisins. Vitað er til að horft verður til þessa tilraunaverkefnis hjá öðrum sveitarfélögum og höfum mikla trú á að þetta muni nýtast íbúum og skólum sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir þátttöku sveitarfélagsins í verkefninu Samþættingu aksturs í Borgarbyggð og samþykkir jafnframt að opna skólabíla í uppsveitum skólaárið 2021 til 2022. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að framlagningu fundargerða fastanefnda sveitarfélagsins
og þar fyrst fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 572 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og talst því sú fundargerð framlögð. Þá komin að fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 570 eða frá fundi ráðsins nr. 573 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Hún var í 11 liðum. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá við komin að lið 20 sem fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 574 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Guðveig, Lindu við biðjum orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn, mér langar að kveða með hljóðs undir fyrsta lið sem heitir fjárhagsáætlun 2022 og mér langaði til þess að hefja aftur máls á því sem ég ræddi á síðasta ári fyrir fjárhagsáætlunarvinnu þá sem snýr að samráði við íbúa og við vitum að mörg sveitarfélög eru nú þegar farin að gera þetta og eru búin að opna íbúagáttir og gera þetta með ýmsum hætti til þess að veita íbúum svona ákveðið tækifæri til þess að senda inn ábendingar og koma að ákvörðunartökunni með einhverjum hætti. Ég held að Borgarbyggð ætti að feta sig áfram á þessari vegferð eins og önnur sveitarfélög eru að gera og ekki síst kannski núna vegna þess að við stöndum í rauninni á ákveðnum tímamótum hvað varðar svona stór verkefni og það eru bara mörg stór verkefni í farvatninu og ég leyfi mig að fullyrða það að íbúar hafa örugglega flest allir einhverjar skoðanir á því hvernig við eigum að forgangsraða verkefnum og það til að mynda umræðan nýtt íþróttahús, það framtíðarskipulagið í Brákarey. Það verið var á dagskrá áður, það fyrirhugað að byggja nýtt skólahúsnæði upp á Kleppjárnsreykjum og þetta allt saman fjárfrek verkefni og stór og við vitum það líka að íbúar ekki bara hér heldur allt land líta meira til svona lýðheilsutengdra verkefna í umhverfi sínu og tækifæri til útivistar og hreyfingar fyrir alla aldurshópa. Ásamt því að íbúar eru bara orðnir í miklu mæli, allavega finn ég fyrir því hér í okkar sveitarfélagi, íbúar eru mjög meðvitaðir mikilvægi tækifæri til uppbyggingar og vöxt atvinnulífsins í sveitarfélaginu. Þannig að ég held að það sé mjög gagnlegt fyrir okkur að fá íbúa meira að borðinu og heyra þeirra raddir og nýta okkur áhugasemi þeirra á málefni sveitarfélagsins. Ég með stutta svona hvatningabókun á þessu tilefni sem að ég ætla að lesa. Fulltrúar Framsóknar leggja til að skoðað verði möguleikar til að gefa íbúum kost á að senda inn ábendingar og tillögur vegna fjárhagsáætlunargerðar 2022–2025. Mikilvægt að virkja íbúa til samráðs og þátttöku í ákvörðunarferlum og forgangsröðun verkefna. Sveitarfélagið getur með þessum hætti tekið á móti ábendingum sem snúa að hugmyndum að nýjum verkefnum, tekið púlsinn á áherslum ákveðinna hópa eins og til dæmis ungmenna, eldri borgara, fyrirtækjaeigenda og með þeim hætti greint vilja íbúa til forgangsröðunar verkefna og framkvæmda. Slíkar ábendingar geta verið gagnlegar fyrir kjörna fulltrúa að hafa til hliðsjónar við gerð fjárhagsáætlunar. Og ég leyfi mér bara að trúa því og ég veit að þið eru örugglega sammála mér í því að þetta getur verið gagnlegt, en með þessari bókun erum við kannski bara ennþá meira að hnykkja á því að við tökum skrefi í einhverjar ákveðnar áttir að þessu. Eins og ég sagði, ég talaði þetta síðasta ári en það var ekkert úr því þá. Þetta síðasta fjárhagsáætlun sem þessi sveitarstjórn mun, eins og hún lítur út í dag, mun gera og
Því vil ég hvetja okkur til þess að vinda okkur hratt og örugglega í þetta með einhverjum hætti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Þórdís hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, takk Guðveig fyrir þetta. Það er auðvitað ótrúlega áhugavert að heyra svona hug íbúa og fá þau inn í svona forgangsröðuna verkefni. Eitt af því sem á fjárhagsáætlun næsta árs verkefni sem við höfum náttúrulega eftir að taka afstöðu til, verkefni sem heitir Bætum borgarbyggð. Það sem þá verið að tillaga því að stilla upp einhverjum svona eins og Betri Reykjavík og öðrum slíkum verkefnum sem við þekkjum, að stilla upp einhverjum áhrif, það sem verður svona íbúasamráð, þar sem íbúar geta haft áhrif á það til hvaða verkefna verði tekið fyrst. Það er ekki búið að ákveða með hvaða hætti þetta verkefni verður eða hvernig það verður nákvæmlega stillt upp, en þetta hugsanlega bara svona lítil verkefni eða bara fjárhagsáætlun í heild. Það á bara eftir að koma algjörlega í gang hvernig þessi stillt upp. En þessi umræða hefur verið eitthvað í skipulags- og byggingarnefnd, skilst mér. Að svona samráði þá erum við núna að fara að setjast yfir fjárhagsáætlunina og fjárfestingaráætlunina, sviðsstjórar og starfsmenn og deildarstjórar og svona lista upp svona þau verkefni sem við þurfum að vinna, og eins og þú komst inn á áðan, þá bara fjárfestingaþörfin gríðarlega mikil í sveitarfélaginu, viðhaldsþörfin mikil, og eins og kom fram á fjármálaráðstefnunni í síðustu viku, þá þetta eiginlega alls staðar, hjá flestum sveitarfélagum þannig að fjárfestingaþörf og viðhaldsþörf mikil og fjárfestingar geta ekki kannski alveg í samræmi við þörfina, en við þess vegna þurfum við að skipuleggja þau verkefni sem við setjum á oddinn mjög vel. Það alveg hugsandi, í næstu viku vonast ég til þess að við getum haldið vinnufund, sveitarstjórnarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins með þessa forgangsröðun í huga og hvernig við sjáum fyrir okkur fjárfestingaráætlunni. Þá hægt að taka líka kannski bara samtalið þetta. Viljum við setja þetta í eitthvað samráð eða setja þetta út og fá athugasemdir frá ungmennum, eldri borgurum, íbúum almennt. Þannig að það bara að gera. Takk fyrir þetta, Þórdís. Já, það mjög áhugavert. Margt sem hægt að gera í þessu samhengi og fullu vilji til þess. Magnús Mári, varst þú næstur? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég held að forseti hafi séð á fasi mínu að ég ætlaði að taka til máls. Ég var ekki múin rétt hönd, held ég. En það nefnilega, þetta bara rétt hjá Guðveigu. Ég ætla að taka til máls undir þessum við fjárhagsáætlun að ég alveg hjartanlega sammála. Og þetta bara alveg mjög góður tímapunktur til þess að gera þetta. Það alltaf að minna á það að þetta eru verkefni eins og Þórdís var að nefna, sem að amnefndin og skipulags- og byggingarnefnd hafa á sinni könnu með forgangsröðun svona umhverfisbætandi verkefna, sem kannski aðeins annar hlutur heldur en Guðveig held ég var að tala því hún var að tala stóru verkefnin. Við höfum náttúrulega verið, og það alltaf að minna á það hér, að opna fundi í kringum þar sem sveitarstjórn að kynna stöðuna í fjármálum og verkefni framundan, þar sem hafa verið fyrirspurnir, ábendingar og fleira. Og það form býður alveg upp á meira. Þannig að ég bara hvet okkur til þess einmitt þá bara með mögulega á þessum fundi okkar sameiginlega að ræða það bara hvernig við getum þá opnað þetta ennþá frekar. Ég held nefnilega að það bara gerir ekkert annað en að bæta umræðuna og komin á betri stað. Þannig að ég bara tek undir þetta. Svo alltaf að minna á það líka að við erum með, eins og það því að tala um ákveðna samfélagshópa. Þá þú veist, ungmennaráð eins og við erum að reyna að virkja núna, skiptir miklu máli og okkur tækist vel með það. Eldri borgararáð er starfandi. Þannig og við erum í rauninni búin að skuldbinda okkur til þess að
að opna á samráð við íbúa sem sagt í okkar hérna samþykktum og stefnum, þannig að bara besta mál. Takk fyrir þetta, Magnús. Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Mér langar bara að þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að það sé mjög þörf og við höfum náttúrulega verið með einhvers konar fundi sem við höfum reynt að virka íbúa, en það sem að Guð er að leggja hérna til náttúrulega af öðru meiði heldur en við höfum kannski verið að gera. Og fær mann svona þess að velta upp þessum spurningum líka með hvað hætti ætti þetta að vera. Ættu við að skipta upp sveitarfélaginu, hafa ákveðin málefni innan einhvers hluta, af því við erum náttúrulega gríðarlega landstórt sveitarfélag, þannig að það drukkningi heldur einhver málefni sem að kannski hefða meira til mýramanna eða uppsveitanna eða annað slíkt, sko. En mér finnst þetta bara allt eitthvað sem við þurfum að ræða og einmitt að finna einhvern flöt á þessu til þess að virkja íbúa í þessari umræðu. Ég er líka á því að við erum sveitarfélag sem þarf að stækka. Við eigum að fara að taka núna ákveðin svona þroskastökk og það kostar. Við erum komin rosalega mikil þörf, eins og Guð kom líka inn á, til þess að fara að byggja upp og við sjáum fram á að ef við ætlum að stækka þá þurfum við að fá nýjan leikskóla, þá þarf að laga skólahúsnæði, þá þarf íþróttahúsið löngu sprungið og við þurfum náttúrulega að horfa á þessi verkefni. Þetta er eins og rosalega fjárfrek verkefni sem eru framundan. En ég held líka að við þurfum kannski aðeins að fara að skoða bara hvort að við þurfum hreinlega að láta vaða í stærri verkefni. Skuldastaða sveitarfélagsins er góð og ég held að við séum komin á þann stað að við þurfum að fara að taka í rauninni kannski ákveðnari skref í uppbyggingu og innviðum innan sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Kannski aðeins að bæta við þetta örstutt. Ég tek bara undir það sem að Guðveig kom inn á og Maggi varðandi aukið íbúasamráð og ég held að það sé mjög mikilvægt að stíga ákveðnari skref líka í því. Við höfðum mikinn áhuga á því að reyna að þróa þetta svolítið á þessu kjörtímabili og við vorum meðal annars með áður en að COVID byrjaði, þá vorum við komin með bæði að streyma íbúafundum og með gagnvirka íbúafundi þess að var hægt að spyrja og láta svara þó þú værir heima í stofu og það er svona ein leiðin og við ætlum að vinna áfram með það og svo verður líka spennandi að sjá hvernig þetta verkefni þróast sem að Þórdís kom inn á, Bætum borgarbyggð. Þar erum við með ákveðið plattform sem við getum unnið út frá. En ég gef orðið laust að nýju þessa fundargerð byggðaráðs. En við tökum auðvitað bara á móti þessari hvatningu frá framsóknarmönnum og bara vonum að þau vinni áfram vel að þessu með okkur. En þar með segi að fundargerð fundar 574 hjá byggðaráði telst framlögð. Og við erum komin að 21. lið á fundadagskrá. Það er fundargerð byggðaráðs borgarbyggðar frá fundi númer 575. Hún er aðeins í 5 liðum, sú fundargerð. Og forseti gefur orðið laust hana. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá erum við komin að fundargerð fræðslunefndar borgarbyggðar frá fundi þeirra nefndar númer 202 og Magnús Smári, formaður fræðslunefndar, ætlar að koma og fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjör svo vel, Magnús. Já, takk fyrir þetta, forseti, og ágæta sveitarstjórn. Þetta er sem sagt fræðslunefnd borgarbyggðar fundur 202 sýnist mér. Fyrsti liður á þeim dagskrá þess fundar var áheyrnarfulltrúar og hlutverk þeirra. Þá fórum við yfir tilnefningu áheyrnarfulltrúa og hlutverk þeirra. Þetta er svona reglulegu liður á dagskrá þar sem áheyrnarfulltrúa er skipt út og þeir komu inn nýir á haustin. Og við fórum svona yfir verklagsreglurnar sem tengjast þessu og svona vorum að
já, svona skerpa á því skipulagi að áheyrnarfulltrúar sætu fyrst og fremst undir þeim liðum sem að svona tilheyra þeirra stofnunum eða þeim stofnunum sem þeir sitja fyrir og auðvitað bara gagnlegt. Annar liður var skólastefnan 2021-2025. Þá sem sagt, eins og þið vitið hér, erum við að undirbúa og endurskoða skólastefnu Borgarbyggðar og höfum í rauninni lögð af stað í þá vegferð. Á þessum fundi var kynnt svona fundaráætlun eða drög að því og svona með hverju við ætlum að tala og í hvaða röð sirka. Við ætlum að ræða við erum búin að ræða við tónlistarskóla og það er svona grunnskóla að einhverju leyti, en svo sem sagt var bara sett fram plan þar sem við myndum ræða við allar stofnanir sem tilheyra þessari skólastefnu og svo ætlum við að halda 2 opna íbúafundi í janúar og febrúar, einn hérna í Borgarnesi og annan í dreifbýlinu. Að öllum líkindum. En þetta svona ennþá í þróun og opið og svona með hvað hætti en hérna við erum meðan Ingvar Sigurgeirs með okkur í þessu sem ráðgjafi og ýmsum vanur og þetta bara spennandi verkefni. Verður gott að komast á stað í þetta. Þá hér liður 3 ársskýrslur skóla lagðar fram, en það sem sagt þar þakkar fræðslunefndin góða samantekt og starfsemi skólana og þakkar starfsfólki fyrir velunum störf og þar sagt í fundargerð líka að skýrslur endurspegla metnaðarfullt og faglegt starf skólana og þær eru aðgengilegar á heimasíðunum og allir hvattir til að lesa þær og ég geri það nú jafnan hér að hvetja ykkur til þess að gera það líka. Það mjög gagnlegt að fara yfir þetta, sjá í rauninni hversu mikið og flott starf unnið í skólunum okkar og þannig að þetta áhugaverð lesning. Þá hérna liður sem líka orðinn svona fastur liður hjá okkur á þessum árstíma og það fjöldi nemenda í skólum Borgarbyggðar og þá hér fyrir veturinn 2021-2022 og fræðslunefnd bókar að yfirliti fjölda nemenda í skólum hérna Borgarbyggðar til 2021-2022 lagt fram. Fjölgun hefur orðið á nemendum í grunnskólum í Borgarnesi í haust. Nemendur í grunnskóla Borgarfjarðar eru svipamargir og í fyrra. Töluverð fækkun á leikskólanum Hraunborg en fjölgun á leikskólanum Uglukletti. Og hér kannski komin í hluta bókuninni sem ég veit ekki alveg hvort það hafi skilað sér alla leið, en þá var alltaf að ítreka það bara og óska eftir því að starfsmenn sveitarfélagsins sem eru hérna komið þessu til skila en hérna fræðslunefnd óskaði hér eftir því við byggðarráð að við framkvæmdum mannfjöldaspá og greining á íbúaþróun fyrir næstu 10 ár til þess að geta áætlað betur þörfina fyrir skólahúsnæði. Og við vitum svo sem alveg, og það var alveg rætt þarna, en við myndum bara koma þessu svona framfæri að það auðvitað verið að fara í endurskoðun og húsnæðisáætlun. Við erum að bjóða út vinnu við heildarendurskoðun og aðalskipulagi og þessir þættir koma þar inn, en það orðið bara svolítið mikilvægt að til þess að svona geta tekið betri ákvarðanir og skoðanir að fá svolítið góða greining á þessu og það getur auðvitað bara verið grunnurinn inn í hitt, inn í húsnæðisáætlun, inn í aðalskipulag. Það ekki eitthvað sem við þurfum að vinna þá aftur í því, þannig að það kannski það sem fræðslunefnd að óska eftir að við byrjum bara á þeirri vinnu, burt sér frá því hvort við erum að fara að endurskoða húsnæðisáætlun í mars eða aðalskipulag í desember 2022, skiljið. Þannig að þetta bara eitthvað sem við verðum að horfa til. Þá hér liður 5 umsóknum styrk vegna náms, starfsmenn skóla 2021 og þetta líka alltaf gert reglulega, það lagt fram yfirliti við þá sem að fengi styrk til náms en það 17 starfsmenn Borgarbyggðar núna sem stunda nám með styrk frá Borgarbyggð og frá árinu 2016 hafa hátt í 30 starfsmenn leikskóla og grunnskóla verið styrktir til náms ár hvert og margir hafa lokið grunnmenntun og framhaldsmenntun á þessum hópi og ég þreytist ekki á að fagna þessu hér. Við erum alltaf að hækka menntunarstigið okkar og það mjög flott faglegt starf unnið í skólanum okkar og þetta auðvitað styrkir það ennþá frekar. Það lítil starfsmannavelta
og það hátt menntunarhlutfall í skólunum okkar og þetta er mjög góð þróun. Þá hér liður sem heitir skólaþjónusta 2021-2022 en við fengum hana Margréti Gísladóttur málstjóra á fjölskyldusviði. Hún fór yfir starfsemi skólaþjónustunnar en skólaþjónustan hefur átt gott samtal við leik- og grunnskóla hvernig við getum gert þjónustuna ennþá betri en hún í dag og þá var þarna farið yfir handbók skólaþjónustu fyrir skólaárið 2021-2022 og við lögðum þarna áherslu á það og kannski bara gott að ítreka það hér að handbókin verði kynnt vel í grunn- og leikskólum og í raunin út allt en hún komin á heimasíðuna og ég ætla nú að hrósa þessu sviði okkar skólaþjónustunni og í rauninni fagna því að við höfum tekið þetta skref sem var að ráða inn málstjóra sem í anda þessara breytinga á lögum farsæld barna. Þannig við erum svolítið sennilega fyrst sveitarfélag, ég þori kannski ekki að lofa, ég með þeim fyrstu sem tekur þetta skref hreinlega að byrja að undirbúa okkur þannig að við tökum inn starf málstjóra og byrjum að hugsa þetta í þessum stigum sem við erum að tala Það hefur verið vinnið mjög bara mikilvægt og merkilegt starf þarna í þessu sambandi og þessi handbók mjög flott. Þannig að ég bara, ég fagna þessu mjög og mér sýnist að þetta sem var lagt upp með aukið samstarf félags- og skólaþjónustu sé jákvætt en auðvitað svo segið þarna bara markmiðið að gera þetta ennþá betur og öflugur og við verðum svolítið tilbúin í þessar breytingar á lögum farsæld barna sem svo mikilvægt og allir að fagna svo mjög. Þá var hérna 7. liður þarfagreining fyrir húsnæði leikskólann í Borgarnesi og hún bara lögð hérna fram og var þarna á þessum tímapunkti svo kynnt fyrir skólastjórnendum og starfsmönnum skólana. Það skemmst frá því að segja, við erum svo sem búin að fjalla þetta í byggðarráði og sveitarstjórn í raun áður en þetta auðvitað bara þannig að þegar verið að gera svona þarfagreiningu þá farið af stað og skoðað hvað þurfum við marga fermetra, mörg rými og að hvaða tagi fyrir starfsemi þar sem bara svona uppfært plan fyrir leikskólann okkar og kannski bara en því að var nú verið að ræða hér áðan það fjárhagsáætlun og fjárfestingarþörfina, hún gríðarleg og þetta birtist það ennþá frekar að við þyrftum í rauninni að bæta við svona, töluverðu magni af leikskólahúsnæði, annars vegar bara til þess að uppfæra okkur í þær svona nútíma kröfur sem eru gerðar til leikskólahúsnæðis. Það eru skólarnir, sérstaklega hérna í Borgarnesi sem eru þarna undir, Klettaborg sem eldri, þarf bara á því að halda á, við verðum að huga því. Og svo auðvitað bæta við leikskólaplásum og þarna fjallað það og það þá spurningin hvernig það gert en hérna hér svona allavega sett fram svona húsrýmis yfirlit í raun fyrir annars vegar 4 deilda leikskóla og svo hins vegar 6 deilda leikskóla og hvað það myndi þýða fyrir okkur og það alveg klárt að við erum þá komin hér í annars vegar fleiri fermetrar per barn heldur við höfum verið að tala áður og það bara allt til að ítreka það samt sem áður hér að þetta svona óskalistinn. Það nýlega opnaðir skólar sem eru minna en þetta per barn en þetta svona miðað við nokkra af þeim sem með svona kannski mest rými í kringum börnin sín. En þetta óbúslega mikilvægt grunngagn inn í alla umræðu sem við framundan einmitt og hérna já, það bara mjög jákvætt að vera að koma með þetta nákvæmlega svona. Þá hér 8. liður Grunnskóli Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykjardeild, framkvæmdir og skólahúsnæði. Þar var sem sagt lögð drög af frumhönnun sem byggir á þarfagreiningu og það sambærileg þarfagreiningu og við tala hér áðan, þar sem bara farið út í og við saumana því hvað væri ítrast kröfur sem við getum gert eða svona með við ákveðin fjölda barna og hún hér lögð fram og svona gróf hugmynd af því bara miða við sem sagt þarfagreininguna hvað við þyrftum
marga fermetra og hvernig þið getur passað inn í húsnæðið á Kleppjárnsreykjum og það enn og aftur, þetta eru stórir fletir og mikil þörf, þannig að það líka eitthvað sem þarf að ígrunda vel hér og í rauninni verkefnið þarna annars vegar að skólastjórnendur og starfsfólk að fara yfir þetta og hins vegar svo það að við þurfum að velta því fyrir okkur hægt að skala þetta niður, það nauðsynlegt eða með hvað hætti það væri og svo hitt hægt að áfangaskipta þessu að því eins og við vitum þá fjárfestingarþörfin mikil og sennilega nauðsynlegt að gera þetta með þeim hætti og í það bara verið að vinna í því núna að reyna að stilla upp einhverjum sviðsmyndum með það, með hvað hætti var hægt að gera þetta þannig að það þurfi ekki að fara í alla þessa fjárfestingu á mjög skömmum tíma. Svo margumræddur liður samþættingu aksturs og fræðslunefnd náttúrulega fagnaði því og bókaði á sambærilegan hátt, bara svona aðeins til upplýsingar en ætlar að fá betri kynningu á þessu líka vegna þess að þetta snýr náttúrulega skólabörnum að einhverju leyti og svona gott að kynna vel inn í fræðslunefnd og skólanum öllum með hvað hætti þetta hugsað. En auðvitað þetta mikil bragarbót fyrir marga og verður spennandi að fylgjast með. Svo hér liður sem bara lagður fram til kynningar, ráðstöfun fjármuna í grunnskóla fyrir alla, þetta skýrsla frá menntamálaráðuneytinu og svo liður 11 einnig lagður fram til kynningar innleiðing laga samþætta þjónustu í þágu farsældra barna og eins og við varum rætt við áðan ágætisumfjöllun á fjármálaráðstefnunni sem og kannski áhugavert fyrir fólk að skoða inn á samband.is þetta merkilega frumvarp. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Magnús. En forseti gefur orðið laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Þórdís við að beða orðið ekki sem Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, varðandi íbúaþróun og þetta ákvæði til 10 ára. Núna var náttúrulega verið að opna, í næstu viku verið að opna nýja svona, hvað heitir þetta, stafræna lausn til þess að gera húsnæðisáætlun og inn í þessari stafrænu lausn erum við að gera ráð fyrir, eigum við að rökstyðja hvernig við sjáum íbúaþróunina fyrir okkur, bæði á sögulegum forsendum og út frá deiliskipulögum og lausum lóðum og öðru slíku. Þar sjáum við þá líka í leiðinni fjölda leikskólabarna og grunnskólabarna og hversu mörg pláss eru laus í grunnskólum og leikskólum. Og þetta þegar við erum búin að fylla yfir með þetta, mun þetta ná til 5 ára tímabils. Ekki 10 ára tímabils, eins og þú ert óska eftir, en 5 ára tímabils, þannig að það ákveðin svona grunnur sem ég tel réttast að við vinnum svo út frá. Þegar við gerum þessa húsnæðisáætlun, að við vinnum hana í samstarfi við þá greiningaraðila og getum þá metið þetta út frá lengra fram í tíman. En þetta auðvitað þarft verkefni til þess að við getum forgangsraða verkefnum og verið tilbúin þegar okkur fjölgar. En það eru lóðaframbúð og íbúðaframbúð að aukast. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið laust að nýju. Magnús Smári, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, aðeins að bregðast við þessu varðandi mannfjöldaspár og húsnæðisáætlun og ég sem sagt er mjög spenntur fyrir þessari stafrænu lausn HMS sem einmitt gerir það verkum að það sé hægt að halda utan þetta svona tekur að vísu náttúrulega bara punktstöðu núna og erfitt að meta einhverja þróun í henni og okkur, ef ég skil það rétt, í rauninni falið að koma með okkar spá inn í þetta. Þannig að því að við vitum að þessar spár eru mjög misáreiðanlegar. Það hægt í þessari nýju stafrænu lausn, ef ég skil það rétt, að setja bara inn
spá Hagstofunnar sem er í rauninni ekki nógu greinandi fyrir okkur vegna þess að þá erum við bara að horfa á einhverja spá sem að miðar við einhverja sögulega þróun og ef við gerum ráð fyrir því að við náum að fjölga hér í lóðum og íbúðum að segja þannig að við þurfum bara hreinlega að telja lóðir og telja hús og spá í það til dæmis núna hvernig stendur á því að börnum fjölgar svona mikið í Borgarnesi á leikskólanum á sama tíma og íbúðum fækkaði. Það ekkert í mannfjöldaspánum okkar sem benti til þess að við myndum fylla leikskóla okkar árið 2020-2021. En það enga síður þannig, sem bara mjög jákvætt, það eitthvað í samsetningunni, það eitthvað í, þú veist, og svo erum við að bíða eftir COVID-börnunum núna og það ekki gert ráð fyrir þeim neins staðar. Þannig að ég bara segja að við þurfum að taka skrefið og vera aðeins og undan og vera tilbúin til þess að skiljiði mig. Þannig að ég bara, já, legg áherslu á það. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð fræðslunefndar? Svo virðist ekki vera og talst hún því framlögð. Þá erum við komin að fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 26 og Davíð Sigurðsson ætlar að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla að fara hérna stuttlega yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 26 sem var haldin 16. september síðastliðinn. Fyrsti liður á dagskrá var umsókn styrk til endurnýjunar rotþróar en byggðarráð hafði vísað reglum endurnýjun rotþróa í dreifbýli frá árinu 2000 til endurskoðunar í nefndinni. Nefndin leggur það til við sveitarstjórn að núverandi reglur verði aflagðar. Að auki vill nefndin fá að kynna sér nýjungar og umhverfisvænni lausnir í fráveitumálum í dreifbýli. Að því loknu mun nefndin leggja til breyttar og endurskoðaðar reglur. Liður 2, úrgangsmál samantekt. Það var lagt fram yfirlit magn úrgangs á fyrstu 7 mánuðum ársins 2021. Heildarúrgangur frá heimilum dróst saman á milli ára þegar bornir eru saman fyrstu 7 mánuðir ársins. Mestur samdráttur var í úrgangi til urðunar eða 72 tonn og magn sem skilað var til endurvinnslu í grænutunnuna er 10,5 tonni minna en á fyrstu 7 mánuðum ársins og undan. Þegar hefur 74 tonnum af lífrænum úrgangi verið safnað og skilað til endurvinnslu. Kostnaður vegna söfnunar dýraleifar er á áætlun en urðunarkostnaðurinn verður líklega hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Og það skýrist fyrst og fremst af verðhækkunum á urðunarstað. Hreinsunarátak í dreifbýli haust 2021. Söfnun brotajárns í dreifbýli hefst í október og nú er unnið að kynningu verkefnisins til íbúa. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd hvetur íbúa í dreifbýli til að nýta sér þá þjónustu sem stendur þeim til boða í umhverfisátaki sveitarfélagsins þar sem brotajárn verður sótt heim. Frestur til að senda inn pöntun er til 15. október eða á morgun. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Borgarbyggðar. Vegna þessa átaks verður ekki boðið upp á járnagáma í árlegu hreinsunarátaki nú í haust. Þá samþykkir nefndin að árlegt hreinsunarátak þar sem gámar eru settir út á ákveðnum stöðum taki nokkrum breytingum og verði sem hér segir. Gámar fyrir dimbur og grófan úrgang verði aðgengilegir á eftirtöldum stöðum 4. til 11. október, þannig reyndar liðið, Bæjarsveit, Brautatunga, Bjarnastaðir, Síðumúl og Lundar og 13. til 20. október í Lyngbrekku, Lindatungu, Eyrinni við Bjarnadalsá og Högnastöðum. 4. liður á dagskrá var drög að sjálfbærnistefnu fyrir Borgarbyggð. Byggðarráð hafði vísað drögum að sjálfbærnistefnu til áframhaldandi vinnu og forgangsröðun í umhverfis- og landbúnaðarnefnd á fundi sínum þann 17.8. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd bendir á það að sjálfbærnistefna þarf að taka á allri starfsemi sveitarfélagsins og móta stefnu til framtíðar sem tekur á efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum þáttum. Þá er nauðsynlegt að fjármagna slíkt verkefni enda má gera ráð fyrir að ráða þurfi starfsmann eða kaupa þjónustu sérfræðinga. Nefndin leggur til að stofnaður verði vinnuhópur sem undirbúi stefnugerðina sem samanstendur af fulltrúum sem hafa þekkingu á mismunandi þáttum í starfsemi sveitarfélagsins.
Endanlegri afgreiðslu var vísað til sveitarstjórnar. Umhverfisviðurkenningar 2021 og 5. liður á dagskrá og þar voru lagðar fram innsendar tilnefningar til umhverfisviðurkenninga. Umhverfis- og landbúnaðarnefndin þakkaði innsendar tilnefningar til umhverfisviðurkenninga 2021 og þær verða veittar á næsta fundi nefndarinnar þann 21. október. 7. liður var rauðskilsrétt girðing og lagt var fram erindi Lárusar Elíassonar landeiganda á Rauðskili dagsett þann 16. ágúst varðandi girðingu við Rauðskilsrétt. Byggðarráð vísaði erindinu til umsögnar í fjallskilanefnd Rauðskilsréttar og afgreiðslu í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og erindinu var frestað þar sem að fjallskilanefndin hafði ekki fundað. 7. liður var reglubundið eftirlit Bjarnhólar á Bjarnhólum og lögðu var fram eftirlitsskýrsla Umhverfisstofnunar vegna reglubundins eftirlits á Bjarnhólum. Engin frávik voru skráð og engar athugasemdir gerðar. Einnig var lögð fram til kynningar bókun skipulags- og byggingarnefndar vegna vinnu við endurskoðun aðalskipulags. 9. og síðasti liður var bara þar fór starfsmaður á umhverfis- og framkvæmda sviði, ég man ekki hvað það heitir, yfir bara gerði skýrslu og fór yfir hvað hún hefði gert frá síðasta fundi. Takk. Takk fyrir þessa ágætu yfirferð, Davíð. Orðið er laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá erum við komin að fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi þeirra nefndar númer 28 og ætla Magnús Smári að fylgja henni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla nú að með leyfi forseti að fjalla fyrstu 5 liðina í einu en það eru sem sagt umsóknir styrki til menningarverkefna og það voru veittir styrkir til þessara 5 verkefna. Guðrún Vala Elísdóttir fyrir ljósmyndaverkefni, Hollvinasamtök Borgarness til þess að búa til húsaskilti fyrir elstu húsi í Borgarnesi, Hollvinasamtök Borgarness til þess að útbúa upplýsingaskilti í Borgarnesi, Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir þar sem hún óskaði eftir styrk fyrir myndlistarsýningu og Bara Ölstöðvar lýðveldisins óskaði eftir styrk fyrir tónlistarhátíð. Þetta voru fyrstu 5 liðirnir og þá er það 7. liður en það voru málefni Safnahúss Borgarfjarðar og þar voru rætt bara málefni Safnahússins og þau verkefni sem framundan eru og bókaði nefndin að mikilvægt væri að hafa skýra framtíðarsýn um málefni Safnahúss en húsið hýsir ýmsa menningartengda starfsemi sveitarfélagsins sem mikilvægt er að hlúa vel að. Áætlað er að fara í greiningarvinnu sem leiðir til stefnumótunar á starfsemi Safnahússins. Þessi vinna verður unnin með starfsfólki Safnahússins og sveitarfélagsins. Og þá er hér 7. liður sem er fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun Safnahússins og starfsmenn Safnahúss komu þarna á fund nefndarinnar og ræddu fjárhagsáætlunargerðin og þakkar nefndin starfsfólkinu fyrir komuna og sitt innlegg í umræðinu fjárhagsáætlun fyrir 2022. Þá er hér 8. liður styrkir á sviði menningarmála og þar voru umræður fyrirkomulag á styrkveitingu fyrir árið 2022 og í bókunni talaði að fyrra árinu ákvað nefndin að veita styrki til menningarverkefna í sveitarfélaginu og er að ræða verkefni til eins árs, nánar tiltekið til ársloka 2021 og nefndin telur það vera hlutverk menningarsjóðs Borgarbyggðar að sjá alforðum úthlutun styrkja til menningarverkefni í sveitarfélaginu og nefndin ætlar að gera áframhaldandi samstarfssamninga við forsvarsmenn stærstu hátíðan í Borgarbyggð árið 2022 og þar með stíða við baki á þeim mikilvægum menningartengdu viðburðum í sveitarfélaginu. Og nefndin leggur hér til við stjórn menningarsjóðsins að skoða úthlutunarreglur sjóðsins með reglum nefndarinnar til hliðsjónar.
Hún leggur til við byggðaráð að auka fjárúthlutun sjóðsins 2 milljónir fyrir næsta ár og umsóknir í sjóðinn hafa aukist jafnt og þétt og því nauðsynlegt að það sé til fjármagn til þess að geta styrkt verkefni með góðu móti. Kannski aðeins að bæta við þetta, en það er sem sagt þannig að atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd sá svona ákveðna þörf fyrir að geta stutt við verkefni sem ekki beinlínis falla undir menningarsjóðinn. Menningarsjóðurinn er algjörlega sjálfstæð stofnun og nefndin hefur ekkert vald yfir honum eða slíkt, þannig að í rauninni er bara nefndin hér að bara bregðast við að það voru ákveðin verkefni sem okkur fannst og finnst vera mikilvæg að fái stuðning sveitarfélagsins, menningartengd á einhvern hátt en falla kannski ekki beinlínis undir menningarsjóðinn. Þannig að við gerðum tilraun til þess að taka hluta af fjármagni nefndarinnar og veita í svoleiðis styrki, jákvætt í sjálfu sér, en auðvitað er það þannig að bæði er fjármagni það takmarkað að það verður lítið úr, margir fá lítið, annars vegar, og svo hins vegar auðvitað það skýtur svolítið skökku við að við séum að veita einhverja sérstaka menningarstyrki þegar við erum með menningarsjóðinn. Þannig að hugmyndin hjá amnefndinni gengur út á það að reyna að efla menningarsjóðinn, að sveitarsjóður veiti hærri fjármunum þar inn og að þau séu þá kannski tilbúin til að skoða það að opna örlítið reglurnar hjá sér, þannig að fleiri svona menningarverkefni eða menningartengd verkefni sem kannski ekki alveg svona skilgreint þannig gætu fallið undir. Þessari ósk var vísað til menningarsjóðsins sem er bara að fjalla þetta núna og við sjáum hvað þau segja við þessu, en ég held að það væri farsælt. Og þá er hér 9. liður starfs- og fjárhagsáætlun atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar, en nefndin bókar að hún stefnir á komandi starfsári að leggja áherslu á stafræna framþróun sem felst í því að auka upplýsingamiðlun til íbúa með stafrænum leiðum og einblína á notendamiðaða þjónustuhönnun. Auk þess vill nefndin styðja enn frekar við menningartengd verkefni, það er að segja auka fjármagn í viðburðahald og auglýsa viðburðardagatöl þegar við á. Á næsta ári stendur til að halda fyrirtækjaþing, en það var gert síðast í febrúar 2020. Nefndin lagði upp með að halda fyrirtækjaþing á 2 ára fresti. Nefndin vill leggja áherslu á að taka í notkun móttökuáætlun fyrir nýja íbúa og fyrirtækjaeigendur í sveitarfélaginu. Mikilvægt er að kynna þetta verkefni vel í samstarfi við starfsfólk sveitarfélagsins og að lokum vill nefndin styðja við markaðsherferðina sem var í gangi núna í sumar með áframhaldandi herferð á komandi ári. Og kannski bara við þetta bæta, það er bara mjög ánægjulegt að sjá að í fjárhagsáætlun eru mörg af þessum verkefnum sem var búið að vera að leggja áherslu á og er búið að vera að móta, eru svona svolítið að komast til framkvæmda núna og ég held að þetta nefndin sé bara komin á svolítið gott skrið og það sé svona ágætur gangur í þessu máli hjá okkur, auðvitað margt sem á hægt væri að gera líka í svona málum, það er í rauninni endalaust hægt að vinna í svona málum og bæta við, en hérna, já, þetta er svona á einhverju réttri leið. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Magnús. Ég gef orðið laust þessa fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Finnbogi hefur beðið orðið, gjör svo vel, Finnbogi. Forseti og ágæta sveitarstjórn, mig langar aðeins til að ræða lið 6, málefni Safnahúss Borgarfjarðar. Þessi ágæta nefnd byrjar á því að álykta sem svo að það sé mikilvægt að hafa skýra framtíðarsýn málefni Safnahússins. Ég get svo sannarlega verið sammála því, en nú er ekki langt síðan að forseti sveitarstjórnar í rauninni stað sveitarstjórar sagði forstöðumanni Safnahússins upp störfum og mér veitalega er hún hætt störfum þar. Ég hef myndið að veltaði fyrir mig hvernig er Safnahúsið rekið í dag. Er búið að skipa einhvern til bráðabirgða til að stýra því eða lendir það bara á þeim starfsmönnum sem eru núna? Er engin skýr sýn á þessu hjá okkur? Ég hefði svo sem verið full ástæða til ræða frekar þessa uppsögn. Ég ætla nú ekki að gera það samt. Það var ljóst að það var ekki sveitarstjórn sem stóð að því máli. Það væntanlega meirihluti sveitarstjórnar staðið á bak við aðgerðina.
En ég ætla ekki að ræða það frekar þó ástæða vera til. Ég mun ekki að fá svör í því hvernig er stjórnin á þessu núna. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Þórdísi, við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Stjórnin þannig núna að ég næsti yfirmaður starfsmanna. Ég fer með fjármálin og samþykki reikninga Safnahússins. María Neves sem samskiptastjórinn okkar, hún að vinna í ákveðnum skýrslum og svona uppgjöri út af þeim styrkjum sem Safnahúsið hefur fengið. Við erum búin að vera í miklum samskiptum við starfsmenn Safnahússins og þau skipta í rauninni söfnum á milli sín eins og þau hafa í rauninni haft hingað til. Þar til að við erum ekki búin að taka ákvörðun það hvort að við ráðum forstöðumann tímabundið, en við ætlum að reyna náttúrulega að nýta þetta tækifæri og náttúrulega líka að skoða stefnumörkunina og hvernig við viljum hafa framtíðarstefnu Safnahússins. Eigum við að hafa það óbreytt eða erum við að fara að breyta eitthvað sniðinu, og við töldum allavega nauðsynlegt aðeins að leyfa þessu að bara setjast aðeins ríkinu og taka svo upp aftur taka svo ákvörðun hvernig við höfum forstöðu mennskuna eða hver veitir safninu forstöðu. Það í rauninni, nú það ég sem veiti safninu forstöðu og starfsmenn og samskiptastjóri eru að starfa með mér í því. Takk fyrir þetta, Þórdís. Finnbogi, við beðum aftur orðið. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Já, forseti og sveitarstjórn, takk fyrir þessi svör. Mér sýnist nú að þetta sé svolítið í lausu lofti og vonandi verður það sem styðst. En ég held að Safnahúsið þoli það ekkert endilega að það verði í marga mánuði. Þannig að það þarf að finna leið til þess að reka þetta án þess að vera með það einhvers staðar á hliðarborði, jafnvel þó að því sveitarstjóri, ég veit hún hefur nóg að gera í öðrum hlutum. Þannig að ég hvet ykkur til að fara vel yfir þetta sem fyrst. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Orðið laust. Já, eða fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? En við bara tek undir það, Finnbogi. Þetta verðum við að reyna að bregðast við þessu sem fyrst og þetta engin óskastaða. Og það rétt sem Þórdís sagði að það var ákveðið að aðeins bara svona leyfa öllum að ná áttum og ákveða svo bara með yfirvegun næstu skref í þessu máli. En það náttúrulega líka eðli máls samkvæmt að þú komst inn á það, eða Finnbogi kom inn á það í máli sínu, að þetta hafi ekki verið rætt inn í sveitarstjórn og það ekki fordæmi fyrir því að ræða einstaka starfsmannamáli inn í sveitarstjórn, bara svo það sé sagt. En að því sögðu þá gef ég orðið aftur laust undir þessum lið. En við bara tökum á móti þessari brýningu og verður reynt að finna einhverja góða lausn fyrir Safnahúsið og það má líka alveg segja frá því að það búið að gera starfslokasamning við forstöðumanninn og ég held að geta allir farið bara svona þokkalega sáttir frá borði þó að þetta hafi verið erfið staða. Já, Finnbogi, gjörðu svo vel. Forseti og sveitarstjórn, ég líklega detta í leiðilega dýrin, en ég velti fyrir mér að þú segir að það sé ekki fordæmi fyrir því að ræða störf einstakra forstöðumanna eins og þarna var í sveitarstjórn. Hvaða starfsmannamál var byggðar að ræða á mörgum fundum? Var það eitthvað allt aðri starfsmenn? Ég grunar að þessi mál hafi verið rætt í byggðarráði þó það hafi ekki verið rætt í sveitarstjórn. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Orðið laust.
Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, Finnbogi. Þetta málefni meðal annars, það eru ýmis önnur starfsmannamál innan sveitarfélagsins sem við erum að upplýsa byggðarráð og samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins þá er það sveitarstjóri sem fer með starfsmannamál sveitarfélagsins en þegar er að ræða helstu stjórnendur og stjórnendurstofnana þá kemur það inn á borð hjá byggðarráði. Og þar förum við yfir þessi atriði og þetta mál var rætt þar og þau voru upplýst stöðuna hverju sinni og teknar ákvarðanir á borði byggðarráðs eða tillögur og voru staðfestar af byggðarráði. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið er laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og telst í þessi fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar framlögð. Þá erum við komin að 25. lið á fundadagskrá. Það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi þeirra nefndar nr. 28 og Guðmundur Freyr, formaður nefndarinnar, ætla að fara svona yfir helstu efnisatriði en það er náttúrulega búið að fara hluta til yfir eitthvað. Gjörðu svo vel, Mummi. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundamenn. Það er svona óvenju mörg mál núna á þessum fundi, 28. fundi skipulags- og byggingarnefndar sem fór fram á þriðjudaginn 5. október í Ráðhúsinu. Það voru 19 mál á dagskrá og eins og ég segi, þá voru nokkuð af málum sem ekki hafa ennþá ratað á dagskrá þessa fundar. En fyrsta mál sem var tekið fyrir á fundi var endurskoðun aðalskipulagsins en á fundinu var ákveðin dagsetning fyrir kynningu þeirra ráðgjafarstofa sem að leita var til vegna málsins. 6 stofur höfðu svarað kallinu en fulltrúum í sveitarstjórn, nefndarmönnum í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og skipulags- og byggingarnefnd auk starfsfólks Ráðhússins sem að fara með skipulagsmál var boðið til kynningana. Skemmst er frá því að segja að kynningarna voru fluttar nú í morgun eins og hefur komið fram og áhugavert að sjá ólíkar nálganir á viðfangsefnið. Og svo á næstu dögum verður væntanlega farið yfir tilboð og framhaldið ákveðið. Nú, fjallað var breytingar sem voru gerðar á deiliskipulagi Vallarás, mál sem við höfum tekið fyrir núna á þessum fundi. Þannig að eins og ég sagði áðan að þá bara snúa þær breytingar að lóðamörkum og göturlögn þeirrar götur sem ekki hefur verið, eða þann spottlanga sem ekki hefur verið lagður. Nú 8. liður, ég hoppa yfir hérna það sem hefur komið fyrir. 8. liður á dagskrá var ábending sem var lögð fram frá Skipulagsstofnun að skipulagshönnuðir skyldu uppfylla hæfisskilyrði skipulagshönnuða samkvæmt skipulagslögum og nefndin telur sveitarfélaginu skylt að fara að ábendingu Skipulagsstofnunar og leggur upp með að hönnuðir þurfi frá og með 1. nóvember næstkomandi að uppfylla framangreind hæfisskilyrði. En þó sem sagt að þau mál sem að koma inn til sveitarfélagsins fram að því verði tekin fyrir sem áður og auk þess að þau mál sem í vinnslu þau halda áfram sinn veg innan stjórnsýslunar. Svo var lagt fram fyrir nefndina bréf vegna fyrirhugaðrar afturköllunar útgáfu framkvæmdaleyfis vegna mælingamasturs á Grjóthálsi. Málinu var í raun frestað að ósk umsækjanda og sjáum hvernig því við vindum fram. Nefndin fékk inn erindi þar sem er að ræða lóðarumsókn. Venjulega fara lóðarumsóknir fara fyrir byggðarráð en þar sem hugmyndin er heldur stærri en lóðin býður upp á og þá er að ræða breyting á skipulagi og þetta er mál sem hefur komið hérna fyrirfram á fundinum. Það eru hugmyndir Upplifunargarðsins EHF
að setja upp Latabæjarstúdíó. Nefndin tók vel í hugmyndina, en til að hún megi verða að veruleika þá, eins og ég segi, þá þarf að breyta aðalskipulagi og því hún komin inn á borð nefndarinnar. Þannig að nefndin fól skipulags- og byggingadeild að undirbúa breytingu á aðalskipulagi. Þannig að það má bara rétt að benda að þetta er í undirbúningsfasa. Og það verður spennandi að fylgjast með framhaldinu og gerum að ráð fyrir að þetta mun hafa jákvæð áhrif á marga vegu. Þannig að þetta er bara mjög spennandi. Nú, 18. liður á dagskrá er beiðni frá Skipulagsstofnun umsögn frá sveitarfélaginu vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar við Barnafoss, fiskvegur í jarðgöngum. Umsögnin er vegna matsskyldu framkvæmdarinnar og nefndin óskaði eftir fresti til þess að skila inn umsögn vegna málsins þar sem að í rauninni komið þetta of seint á dagskrá. Þannig að svo að lokum fór nefndin yfir yfirstandandi fjárhagsáætlunargerð og rætt var aðeins þau verkefni sem nefndin og starfsmenn skipulags- og byggingadeildar telja rétt að vinna á næstkomandi ári og það er svona skemmst að segja frá því að mati starfsmanna þá eins og markmið sveitarstjórnar er að það er að reyna að koma út lóðum og svona örva atvinnulífið og hluti af því er að fara yfir það hvað er það sem við gætum mögulega breytt í þeim deiliskipulagum sem eru í gildi og til bara í líkt og málið í Vallarási og það er til dæmis eitt af þeim málum sem að þarf að fara í líka á næsta ári. Það er svona greina þessi svæði þar sem að þarf að gera breytingar. Ég ætla ekki að hafa það lengra í bili. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur Freyr. En forseti gefur orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá koma næst 2 fundargerðir velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi 118 og 119 og forseti ætlar að fá að leggja þær fram saman svo lengi sem fundarmenn gera ekki athugasemd við það. Sýnist ekki og þá ætlar Silja Eyrún Steingrímsdóttir formaður nefndarinnar að koma að gera þessu fundargerðum, koma að gera grein fyrir þessu fundargerðum. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn, já, ég ætlaði að fara yfir báðar fundargerðirnar. Þær eru mjög líkar, við vorum ekki að fjalla sömu málefnin aftur. Við byrjum á fundi 118, þá voru verið að tala reglunar notendasamninga sem við samþykktum áðan, sem eru samkvæmt lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, þar sem við samþykktum þær. Við fórum aðeins yfir félagslegt leiguhúsnæði og leiguverðið þar, en það hefur eiginlega staðið yfir svona pínu yfirferð á því síðan 2018 held ég og svona með það markmið að minnka halla á rekstri leiguhúsnæðisins. Og þarna voru lagðar fram ákveðnar tillögur breytingum sem var ákveðið að vinna betur með og halda áfram með á næsta fundi. Við fórum aðeins yfir ölduna og framtíðarsýn sem er starfshópur sem hefur líka verið starfandi síðan 2019 og svoleiðis en mjög lítið meðan COVID var og það var ákveðið að hann myndi svo halda aðeins áfram vinnunni sinni. Í lokin þá fjölluðum íþrótta- og tómstundastyrki til tekjulágra heimila vegna COVID-19 en á árinu hefur ríkið greitt auka íþrótta- og tómstundastyrki til tekjulágra fjölskyldna og gerðar hafa verið breytingar umsóknarferli þessa styrki og viðmiðunur upp að tekna foreldra hefur verið hækkuð. Þannig við hvetjum náttúrulega alla til þess að kanna hvort þeir eigi rétt og nýta sér þátt til styrks. Síðan var það fundur 119, þá fórum við fjárhagsáætlun fyrir félagsþjónustuna. Svo er þannig liður sumartveil barna og ungmenna með fötlun sem var frestað. Fórum aftur yfir aldan framtíðarsýn starfshópur
þessi hópur hittist ásamt byggðaráði og Þórdísi og Hlöðverum daginn, þar sem við fórum aðeins svona yfir húsnæðismál öldunnar til dæmis. Og það var ákveðið að halda áfram bara að vinna svo að framtíðarsýninni fyrir ölduna og það eiginlega liggur svolítið á að vita hvar aldan á að vera staðsett til þess að geta haldið svolítið áfram með þessa vinnu. Við fórum aftur yfir félagslegt leiguhúsnæði og það verður bara haldið áfram að vinna að því máli. Og í lokin þá fórum við aðeins yfir húsnæðismál Borgarbyggðar þar sem að þessi hópur sem að sér framtíðarsýn öldunnar kynnti svolítið þær umræður sem hefur verið á þessum fundi. Það er alls konar verið að skoða, til dæmis húsnæði upp á Sólbakka og fleira. En það var bara eftir að koma í ljós á næstu misserum hvernig þetta þróast. En við náttúrulega hvetjum bara til þess að þetta verði reynt að finna farsæla lausn sem fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. En forseti gefur orðið laust báðar þessar fundargerðir frá fundum velferðarnefndar nr. 118 og 119. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og teljast því þær fundargerðir framlagðar. En síðasti liður á þessari ágætu fundadagskrá er umsjónarnefnd eða fundargerð frá umsjónarnefnd fólkvangsins Enguna frá fundi nr. 69 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því þá framlögð. En kæru fundamenn, þá er dagskrá fundar tæmd. Forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag og sveitarstjórnarfulltrúum fyrir fundarsetuna og góðar og málefnalegar umræður og segir þessu fundi slitið.